Komdu sæll, kæri skógarbóndi. Orðið bóndi lýsir einstaklingi sem nýtir land sitt til ræktunar. Skógarbóndi nýtir land sitt vissulega til ræktunar í fjölbreyttum tilgangi. Oftast helsta markmiðið timburframleiðsla, en einnig veitir skógur skjól til útivistar fyrir fólk, búfénað og svo mætti lengi telja. Skógrækt sú búgrein sem allir bændur geta stundað. Þó skógrækt sé ekki beint framleiðsla á matvælum, eflir hún aðra ræktun með töluverðum ávinningi. Hér engin nýr sannleikur á ferðinni. Nú meira að segja málaflokkur skógræktar aftur kominn undir ráðuneyti landbúnaðar. Við eigum svo stórkostlegt frumkvæði í öllum þessum greinum og mörg tækifæri. Skógur flókið vistkerfi sem styður og eflir líf allra vistbúa skógarins. Þið sjáuð alveg hvert verið að fara. Þess vegna eiga bændur úr öllum röðum að standa þétt saman. Bændasamtök Íslands vettvangur sem tekið eftir og berst fyrir málstað bænda, allra bænda. En þó svo að við vitum hver málstaður og staða mála skógarbænda svona alla jafna, ekki víst að samtök allra bænda viti það. Ekki alltaf. Það því mikilvægt að rödd skógarbænda heyrist vel innan raða bænda. Jæja, nú veistu hvað það að vera bóndi. Sértu í skógrækt, þá ertu bóndi. Skoðum nú máttu skógarbænda innan BÍ. Ræktun timburs tekur áratugi. Tekjur af timbri takmarkaðar fyrstu hálfu öldina, nema vera skildi af jólatrjám og eldiviði. Það því eðlilegt að velta skógarbænda sé lítil á meðan skógarauðlindin slítur barskónum. Einn daginn fer binding kolefnis að gefa veltu og brúar það kolefnisbil milli bænda og fyrirtækja. En hvaða máli skiptir blessuð veltan? Jú, félagsmenn í bændasamtökunum skrá veltu af búgrein sinni og greiða félagsgjöld af henni, þrepaskipt. Árgjöld 15.000 krónur fyrir þá sem hafa lægri ársveltu en 2 milljónir, lægsta þrepið. Sama gjald fyrir sambýlisfólk, svona eins konar 2 fyrir 1 tilboð. Árið í ár var fyrsta starfsár nýja BÍ, en það var bara hálft og það því eiginlega bara gjöf en ekki gjald að vera meðlimur nú fyrir áramótin. Sem stendur skráðir 2900 félagar í BÍ, 125 hafa hakað við skógrækt eða tæplega 5%. Hvernig lítur félagatalið út 31. desember? En það ræðir töluverðu framgang og áherslu bændasamtakanna fyrir næsta ár, 2022. Nú skal útskýra hvernig hægt að skrá sig í bændasamtökin. Fæstir skógarbændur hafa tekjur eða veltu af skógræktinni sinni og ef þú veist það ekki nú þegar, ólíklegt að þú hafir veltu yfir höfuð og þarft ekki veltaði frekar fyrir þér. Ég rétt strax verður útskýrt hvernig þú finnur veltuna á skattframtalinu. Þau ykkar, líklega flest, sem ekki hafið veltu, geti færið stuttuleiðina við að skrá okkur. Farið á netið og skrifið bondi.is. Þar efst til hægri veljiði bændatorgið. Þið skráið ykkur inn með rafrænum skilríkjum og veljið leyniorð og slíkt. Þá hefst stutt ferli, þar sem þið hækið við skógrækt og skráið 0 í veltu og vistið. Þetta allt og sumt, allavega fyrir ykkur flest. Sértu með annan búskap líklegt að þú sért nú þegar félagi í bændasamtökunum. Sé það svo, þá þarf bara að skrá sig inn á bændatorgið og hæka við skógrækt og vista. Þetta allt og sumt. Svo má alltaf hringja eða senda fyrirspurn tölvupósti. Ef þú hefur veltu af skógræktinni eða með fyrirtæki og bakvið hana, þurfum við að rýna í skattframtal síðast árs. Ef þú með bókara, veit hann örugglega hver veltan annars það gert svona. Skatturinn.is. Þjónustuvefur. Undir skattamál valið innskráning á þjónustuvef. Þar má skrá sig með rafrænum skilríkjum. Flestir munu velja mín þjónusta. Inn í netframtal valið afrit. Áður við ítum á sækja afrit þarf að velja tvennt. Fyrst skal finna ártalið frá því í fyrra og svo nægir að einungis sé hakað við framtal. Nú má hlaða skjalinu niður í tölvuna og það tekur nokkra sekúndur. Höldum áfram og opnum nú framtalið. Einstaklingar með rekstur skógræktar skoða liðinn RSK 4.08 rekstrarreikningur ársins. Veltan gefin upp án virðisaukaskatts. Hún sótt í lið 20, athugið ekki með VFSK. Þegar þessi tala, eða velta, fundin, má fara inn á bóndi og skrá sig eins og lýst var hér að framan. Fyrir lögaðila, félög eða fyrirtæki, þá upplýsingar veltuna að finna inn á
RSK 1.04 í reit 1090 rekstrartekjur samtals. Og nú má skrá á bondi.is eins og áður var lýst. Fyrir skógarbændur mikilvægt að við séum fjölmenn því eins og áður sagði, þannig eigum við mestan möguleika á að geta komið málstað okkar áfram og hjálpa til, bæði fyrir okkur og ekki síst fyrir aðra bændur. Inn á bændatorginu auk þess margt áhugavert sem við verðum að kynna ykkur líka. Það sagði bóndi nokkur að vinna ykkar lætur fegursta draum jarðarinnar rætast. Draum sem ykkur var í öndverðu ætlað að gera að veruleika. Því vinna ykkar ástaróður til lífsins og að sýna í verki ást sína á lífinu að öðlast hlutdeild í innsta leyndardómi þess.